Góðan daginn. Gleður mig að vera hérna með ykkur. Takk Umhverfisstofnun fyrir að standa fyrir þessum degi og takk fyrir að vera hérna öll saman og á netinu. Það svo gott að finna að áhuginn, bara rétt eins og Stefán minntist á hérna fyrir í dag, að þetta ekki bara svona, við erum ekki svona eitt og eitt sem höfum einlegan áhuga á að hafa skoðanir og vilja taka þátt í að breyta til hins betra fyrir móður jörð. Við erum bara orðið miklu fleiri og það gleður mig mjög. Ég ætla að ræða hérna náttúrumiðaðar lausnir. Ég lofaði manninu mínum að tala mannamál. Það rosalega erfitt að tala mannamál. Þannig ég búin að vera að reyna að skera niður og vera skýr og koma á skilaboðunum á framfæri þannig að skiljist. Af því, aftur, ég tek mjög mikið mark á honum í þessu og hann segir, það þýðir ekkert, þú talar alltaf yfir höfuð á fólki. Þá heyrir enginn hvað þú segir. Og mér finnst fólki hér í dag hafa tekist bara nokkuð vel uppi með það, kannski að því ég skil málið, en ég vona það, eins og þau segja, kollega mínir hjá Umhverfisstofnun, að hér erum við komin saman til að miðla þekkingu og vísindaupplýsingum á máli sem að við skiljum, ekki bara sem eitt og eitt af því við erum búin að mennta okkur aðeins meira eða lesa aðeins meira, heldur bara, þetta grunnur sem við verðum öll að tengja við. Og nú líður tíminn, og þannig eins gott að ég fara að byrja, og sem betur fyrir hann ekki hér, því þessi glæra ekkert á mannamáli. Hún bara mjög mikið á fræðamáli. En enga síður, ég vildi samt setja þetta hérna upp, þetta skilgreining alþjóðlegu náttúruverndarsamtakanna á hvað eru náttúrumiðaðar lausnir. Og þetta náttúrulega eins og þýðingar vilja verða, það verður kannski svolítið þungt og það verður að troða ýmsu þarna saman. Ég ætla að lesa þessi í gegnum þetta. En náttúrumiðaðar lausnir eru aðgerðir til að vernda, nýta á sjálfbæran hátt og endurheimta náttúruleg og breytt vistkerfi með leiðum sem taka á samfélagslegum áskorunum á áhrifaríkan og sveigjanlegan hátt með aukna velferð fólks og vernd lífbreytileika í forgrunni. Og ég setti þessa mynd bara við hliðina á, mér þykir leiðilegt að hún sé á ensku, þetta bara eitt af verkefnunum sem við þurfum að leysa. Við þurfum að íslenska miklu meira af þessu efni sem til náttúrumiðaðar lausnir. Það mjög mikið til hjá alþjóðlegu náttúruverndarsamtökunum, það mjög mikið til á vettvangi Sameinuðu þjóðanna, FAO, Evrópusambandsins og fleiri. Þannig að við þurfum ekki að finna upp hjólið þarna, það búið að gera það fyrir löngu fyrir okkur. Áður en ég held lengra áfram með þetta, að þá bara minni ég á, og þetta ekkert nýtt. Náttúrumiðaðar lausnir eitthvað sem við höfum verið að stunda bara ár og aldir. Þetta bara mjög einfaldlega það að við vinnum með náttúrunni að leysa úr þeim áskorunum, samfélagslegu áskorunum sem við stöndum frammi fyrir. Við nýtum hennar yfirburði umfram okkar þekkingu því að hringrásir jarðar eru miklu öflugri heldur en okkar þekking mun nokkuð tíma ná að skilja, ég leyfi mér að fullyrða það. Og minni aftur á í því samhengi að það sem hún Hrönn var að tala hérna áðan varðandi hafið, við getum yfirfært þetta allt á landvistkerfin og þá ekki síst á jarðveginn og jarðvegsvernd. Það eigum við að segja, hafið sé svolítið falin auðlind, þá jarðvegurinn ekki síður falin auðlind sem við þurfum að sinna miklu betur. Nóg það. Náttúrumiðaðar lausnir og loftslagsbreytingar, þær getum við nýtt okkur sem mótvægisaðgerðir til að draga úr losun frá vistkerfum og auka bindingu, en þær eru líka aðlögunaraðgerðir til að auka seiglu vistkerfa gegn auknu álagi. Og í því samhengi get ég bent á verkefni eins og Hekluskóga, þar sem við erum að endurheimta birkivistkerfi á mjög stórum skala. Fyrst var upphafi var það að draga úr álagi af völdum eldgosa frá Heklu, en þetta hefur líka gríðarlega mikil áhrif á vatnsmiðlun á svæðinu, aukin framleiðni kerfanna og betri hægt að nýta þá ef þú ert með landbúnað inn í þessu. Það þetta sameiginlega sem við erum að vinna með á ekki bara á forsendum loftslagsins, heldur allara annara forsendna vistkerfanna. Og þar mjög mikilvægt að setja það í samhengi þarna, eins og kom fram í skilgreiningunni áðan, að við erum að tala velferð mannsins og vernd og eflingu líffræðilegrar fjölbreytni. Ég ætla ekki að fara meira út í það af því að það búið að ræða það hér betur. En við erum eiginlega í rosalega góðri stöðu með erfiða áskorun.
virkilega erfið áskorun sem það að ástand lands, Íslands, vistkerfanna okkar á landi, ég að tala þau af því að ég þekki þau betur, það bara mjög bágt. Það 50–60% af vistkerfum landsins ýmist í röskuðu, hnignuðu eða hrundu ástandi. Það ekki gott, því þar með höfum við tapað svo miklu kolefni úr kerfunum okkar, úr jarðvegi, tapað jarðvegi. Tækifærin felast líka þarna. Þarna gríðarlegir möguleikar á að binda kolefni í jarðvegi og nota til þess náttúrumiðaðar lausnir. Það getur verið í þéttbýli, það getur verið í dreifbýli, það getur verið með skógrækt, það getur verið með endurheimt, votlendi, í garðinum heima hjá mér, með grænu þaki, opin svæði inn í þéttbýli og svo framvegis og framvegis. Það endalausir möguleikar. Ég ætla samt að minna á þetta því að ég að horfa á hann Sigur hérna fyrir framan mig. Þetta kemur að sjálfsögðu ekki í staðinn fyrir samdrátt í notkun á jarðefnaeldsneyti. Það náttúrulega bara að sjálfsögðu verðum við að byrja á réttum stað. En þetta gríðarlega mikilvæg leið af því að líka þessi kerfi okkar, þau búin að tapa þessu kolefni. Það var það einu sinni, við erum kannski bara þá að reyna að greiða skuldina til þess að ná því tilbaka aftur inn í vistkerfi landsins. Rétt að ramma inn fjölbreytnina í þessu að við þurfum að tala að við þurfum að vernda og endurheimta, við þurfum að stýra á sjálfbæran hátt nýtingu, fjölbreyttra, náttúrulega eða breyttra vistkerfa. Þetta allt undir þar sem að gróður og jarðvegur kemur saman og vatn. Við þurfum að sjálfsögðu að gæta okkar hvað varðar stýringu á vatnsauðlindinni og ræktarlandinu, af því að landbúnaðurinn getur líka farið miklu meira inn í að temja sér aðferðafræði náttúrumiðaðra lausna með hvernig jarðvegur unnin, með því að vera með skjólbelti og svo framvegis. Ég ætla ekki einu sinni að eyða tímanum minn í mér, síðan að fara svo hratt. En allavega, þar fullt af tækifærum og við sem búum í borgarlandslaginu, við getum líka nýtt þetta bara í garðinum heima hjá okkur. Hvað getum við gert þar til þess að stuðla að því að binda kolefni frekar en losa og vernda líffræðilega fjölbreytni? Hérna bara rétt að minna okkur á, þarna nú bara ein mynd úr Elliðaárdalnum. Við þurfum að skipuleggja þetta helst allt sem við erum að gera á stærri skala, vinna svo kannski niður í einstaklingsverkefni eða samstarfsverkefni og svo framvegis. Ég sýndi með þarna aftur aðra mynd frá alþjóðlegu náttúruverndarsamtökunum, bara rétt til þess að draga fram að fjölbreytnin svo mikil, við látum þetta vinna allt saman og þá fáum við heildarútkomu sem hærri heldur en einstaka útkoma myndi verða. Hvað varðar mótvægisaðgerðir og aðlögunaraðgerðir. Rétt til þess að henda hérna upp að því að ég nú bara búið með tíman. Þetta eru bara myndir frá landgræðsluaðgerðum, hvernig endurheimt votlendis, endurheimt birkivistkerfa, endurheimt mólendis og svo framvegis. Þetta eru allt saman náttúrumiðaðar lausnir sem við beitum hjá þessari stofnun og miklu fleiri, sjálfsögðu skógræktin og miklu fleiri, en við kunnum þetta. Við þurfum bara að nýta þetta miklu betur. Ég ætla að skilja þessa glæru eftir hérna á skjánum fyrir ykkur að lesa og þakka fyrir mig.